Nú verður flutt útvarpsleikritið þar sem haustlaufin syndra eftir Stein Ármann Magnússon og Davíð Þór Jónsson. Persónur: Davíð Þór Jónsson. Sögumaður: Steinn Ármann Magnússon. Það er húmdögt haustkvöld. Úti fyrir bærast haustlaufin í golunni. Sólin er sest fyrir allir nokkru. Í litlu timburhúsi í Vesturbænum eru Óli og Laugi gamli að ljúka við kvöldverðin. Áður en þeir farin í stofu til að hlusta á fréttirnar í útvarpinu. Í snjáðum sófa situr Lóa og stagar í sokka. Stofan er fátækleg, húsgögnin fá og komin til ára sinna. Þó er eins og enn eimi eftir af þeim forna glæsileika sem áður einkenndi þessar vistarverur, sem nú mega muna fífil sinn fegri. Lóa er kona á fertugsaldri, glæðvær og kát að eðlisfari. En þó er ekki laust við að 4 áratuga erfið lífsbarátta við misjöfn kjör hafi markað á hana sín spor. Leikritið hefst á því að Óli kemur inn úr eldhúsinu með Lauga gamla í eftirdragi og þakkar Lóu fyrir matinn. Þakka þér fyrir matinn, Lóa mín. Lóa tekur fálega undir kveðju Óla, en því að Laugi gamli, faðir hennar, þakkar henni fyrir, lítur hún upp úr handverkinu og svarar kveðjunni með hlýju. Þakka þér fyrir matinn, Lóa mín. Verður þér að góðu, pabbi minn? Steinn. Já. Á ég að leika allar persónunar? Ha? Já. Og þú bara leika þennan sögumann? Já. Er það ekki allt í lagi? Mér finnst bara astnalegt að ég leiki allar persónunar og þú leikir bara sögumanni. Já, en sögumadurinn, ha? Hann er svo mikilvægur. Hann kemur alltaf inn í á milli og heldur sögunni gangandi. Ég verð að geta einbeitt mér að því. Já, en sama. Við vorum búin að tala um þetta að gera þetta svona, Dabbi minn. Ekki man ég eftir því. Láttu ekki svona, við vorum búin að ræða þetta. Jæja. Laugi gamli sest við hlið dóttur sinnar. Í augum hans má lesa væntumþykju gamals manns til einkadóttur sinnar. Þá væntumþykju sem ekkert fær sigrað. Mótbyr í lífsins byljum og erfið ævi hafa ekki bitið á þessum gamla manni. Heldur hefur lífsreynslan stælt hann og elt að visku og þroska. Þótt líkaminn hafi látið á sjá. Laugi gamli er hokinn og horaður, en blá augu hans leiftra af djúpri visku öldungsins. Laugi gamli leggur höndina ástúðlega á axlir Lóu og mælir til hennar hugunarorð. Svona, Lóa mín, þetta verður allt í lagi, svona. Steinn, getur þú að minnstakosti ekki leikið Lauga gamla þá? Nei, við vorum búin að ræða þetta, það kemur illa út þannig. Þannig að allir heyra þetta við sama röddin og sögum að. Já, það er enginn að allar persónurnar eru sama röddin. Ekki eins. Ekki eins, hvað meinur ekki eins? Það gerir ekki eins mikið til þó það heyrist. Akkur getum við ekki bara gert venjulega flug? Akkur erum við að reyna að vera eitthvað menningarleik? Dabbi, við vorum búin að tala um þetta, maður. Það er engin framtíð í því, við erum að verða búnir með það. Já. Þú veist að þú samþykktir þetta allt. Vilt þú fara aftur út í hommagang og að saga lappirnar af fólki? Já, nú kannski ekki að tala um að þú fengir að vaða á súðu með einhverja skáldlegar lýsingar en ég ætti að leika einhvern Stefán frá Möðrudag. Já, minn Dabbi, þetta virkar. Nei, þetta virkar nefnilega ekki. Verðum að prófa okkur áfram, maður. Láttu ekki svona. Það er ekki hægt að vinna með þér. Hvernig heldur það sé að vinna með þér út svona neikvæður? Ég neikvæður? Já. Ég neikvæður, segir hver? Segir herra neikvæður í eigin persónu? Maður flettur upp á orðinu neikvæður í alfræðunarbók. Það er myndað þér það? Ég er alltaf að reyna að koma með eitthvað nýtt. Sko, þú ert bara að reyna að koma með eitthvað nýtt sem gengur út á að þú fáir að brillera í einhverjum dramatískum tilþrifum á minn kostnað. Ég á bara að leika einhverja helvíti spjána. Það er það eina sem þú getur gert, ha? Hvernig heldur það sé að vera í útvarpi með svona manni sem ekkert kemur frá? Kemur ekkert frá, heyrðu, sko, ég skal bara láta þið vita að þetta kemur að þetta allt frá mér komið, sko. Sjáðu bara góðrullana, vinsælst útvarpsþáttur í Reykjavík. Mér fór ekki að ganga vel í útvarpi fyrir ég losnaði við þig, ha? Af hverju? Af því að þú drepur allt frumlegt og skemmtilegt með tómum leiðindum og stænum. Drep ég? Já. Ég er þó ekki að þykja fyrir eitthvað menningarlegur í útvarpsþætti með Bobba, bróður hans. Sko, alveg þetta típist fyrir þig að koma með svona eitthvað. Af hverju heldur þú að þá aldrei hlutverk í leikursunum? Heldur það þessi tilviljun? Heyrðu, Heldur það nú drep ég þig. Ha? Nú drep ég þig. Æ! Æ, mér heldur sko! Æ!